komið sæl. Í dag hefur verið nokkuð hvöss sunnan og suðvestanátt hjá okkur og það hlýnaði austanvert landið þar sem hitinn komst hæst í 12 stig á Skjaltingstöðum og 13 stig á Seyðisfirði en kalda síðastliðna nótt mældist nokkura stiga frost á Tröllaskaga og í Eyjafirði. Og ef við skoðum hér stóra kortið þá hádegi eða klukkan 18 í dag, þá lægð sem fór yfir landið komin hér rétt norður af Vestfjörðum og önnur smá lægð hér suðvestur af henni, en víðáttumikið hæðasvæði hér yfir meginlandi Evrópu og eins hæð yfir norðurhluta Grænlands. Og til morguns þá færast þessar lægðir hér fyrir norðan og vestan okkur helst í áttina norðaustur en áfram verður nokkuð stíf suðvestlæg átt hjá okkur með éljum og snjókomu með köflum allt sunnan og vestanvert landið en úrkomu lítið norðaustan til. Og þarna á miðnætti annað kvöld farið að sjá í næstu lægð sem kemur til með að hafa áhrif á veðri hjá okkur á miðvikudaginn. Og á hitasviðinu þá má sjá að það tiltölulega svalt loft yfir landin okkar en það hlýnaði þó tíma í dag allra austast og má búast við að hiti verði svona rétt og undir frostmarki á morgun og næstu daga. Og ef við skoðum hér viðvaranir og vind og úrkomu sem gildir frá því klukkan 19 í kvöld, þá eru viðvaranir í gildi hér allt norðanvert landið, appelsínugular vegna vinds á norðaustanverðu en hríðarveðurs norðvestan til og eins varað við hríðaveðri með gulri viðvörun á Breiðafirði og vindi hér suðaustan og austan til og einnig á hálendinu. En svo þegar líður á kvöldið og nóttina þá falla þessar viðvaranir smá saman úr gildi en hér suðvestan og vestan til koma nýjar viðvaranir út af dimmum éljum sem verða á suðvestur og vesturhluta landsins í nótt og fram eftir morgni og í fyrramálið klukkan 8 þá eru þær í gildi bæði á Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði og vindur verður suðvestlægur hjá okkur, vindhraði svona frá 10 og upp í 20 metra á sekúndu og hvassara í hryðjum vestanvert landið en hægari vindur hér norðaustan til og það reiknað með að verði þurrt að mestu og jafnvel bjartviðri. Og hitinn verður svona rétt og undir frostmarki víðast hvar. Og svo þegar líður á morgundaginn þá verða þessar viðvaranir hér suðvestan til, falla þær úr gildi tíma en áfram reiknað með úrkomu sunnan og vestan lands en úrkomu litlu norðaustan til og seinnipartinn á morgun hafa aftur verið gefnar út viðvaranir vegna hríðarveðurs og blind snjókomu suðvestan og vestan til á landinu. Þannig að annað kvöld staðan þessu lík snjókoma með köflum allt sunnan og vestanvert landið og þá einhver slitta alveg við sjávarsíðuna en úrkomu lítið hér norðaustan til og vægt frost þar. Og svo fram til miðvikudags kemur næsta lægð til okkar og og eftir miðjan dag hafa verið gefnar út gular viðvaranir en nánari tímasetningar í hverjum landshluta fyrir sig verða gefnar út á morgun. Og þá búist við að það hlýni hjá okkur, þannig að það verður hvöss sunnanátt með rigningu og slittu allt sunnan og vestanvert landið en áfram úrkomu lítið norðaustan til. Og á fimmtudag svo reiknað með að verði enn ein lægðin hjá okkur með nokkuð hvassri sunnanátt og gæti vindhraði þá farið í 23 til 30 metra á sekúndu víðast hvar á landinu. En þá búist við að hlýni verulega og það verður rigningu mest allt land en úrkomu lítið áfram á norðausturhluta landsins. Og ef við lítum hér örstutt til Evrópu þá að sjá að það verður úrkomusamt með vesturströnd Noregs og eins víða á Bretlandseyjum en annars nokkuð sólríkt og bjart víða í álfunni og á Íberíuskaga reiknað með að verði einnig sólríkur dagur á morgun. En látum þetta gott heita að veðri í bili, verði sæl.